Flestir eiga einhverja skartgripi og flestir hafa hár á höfðinu. En það kannski ekki allir sem að eiga samblöndu af þessu tvennu, skartgripi úr mannshári. Ragna Gestsdóttir á Minjasafninu á Akureyri ætlar að sýna okkur einn svoleiðis grip. Skartgripir og mannshár, maður hefur kannski ekki alltaf tengt þetta tvennt saman, en algengara en maður hélt, kannski. Já, ok. Og einmitt algengara hár nú tiltölulega algengt. Já. Það svona, nógu algengt til að manni finnist það nú hversdagslegt í rauninni. En samt hár náttúrulega mjög persónulegt og einstaklingsbundið. Þannig að það nú kannski fátt svona persónulegra en svona þessir partar af líkamannum sem samt auðvelt að fjarlæga. Já. Þannig að svona hár listaverk, þau hafa bara þekkst bara langt eftir í aldir og hafa verið svona annað tjáningaform einmitt svona að gefa hluta af sér kannski. Þetta voru rómantískar gjafir og svona festargjafir og svona var þetta bara mikil list að læra þetta, þannig að þetta var heldur ekki, það var ekki alþýðlegt kannski handverk, þetta var mjög fínt og þannig að þetta þekktist bara út allan heim og þótti fínt. Og þótti fínt og það var sérstakt handverksfólk sem sérhæfði sig í þessu og gast fengið eitthvað svona útbúið. En svo líka svona kannski efri stéttar konur svona 18. og 19. öld, þær kannski lærðu þessa iðn líka. Þetta er mjög, mjög flókið handverk og svona nákvæmt. Þannig að þetta er svona eins og kannski þær lærðu að gera, að knipla og vefa og svona ýmislegt en þetta er í þeim anda þetta handverk. Þetta er örugglega mikið þolinmæðisvinna. Örugglega. Akkurat þessi gripir sem þú ert með hérna, segðu mér frá þeim. Þetta listaverk vitum við ekki neitt. En þetta hálsmen hérna, það er úr fórum konu sem bjó hérna á Akureyri, fædd 1888 og var bara fín frú hér í bæ, kennari og mikill svona félagsmálafrömmur. Og þetta eru hennar fórum, maður veit ekki meir, en einmitt virkilega mikill listgripur. Er þetta sami háralitur og hún var með eða? Til að finna mynd af henni. Já, við verðum að gera það. Hvað hét hún? Kristbjörg Jónatansdóttir. Hún bjó hérna í Aðalstrætinu þar sem Minjasafnið er. Ég er bara nánast í næsta húsi. Þannig að þetta er bara hérna af þessu svæði. Já. Ég hefur skartað þessu kannski á einhverju fínni samkomu hérna upp úr aldamótum. Er þetta að senda þetta í DNA eða? Það er örugglega hægt, það er spurning hvað kemur út úr þessu. En hitt, er það næla eða eitthvað svoleiðis? Þetta var semst í ramma og svona verk voru oft bara römmuð inn og þetta er bara veggskrudd. Þannig að þessi blómamótíf eru mjög algeng í þessu hárlistaverkum. En ramminn, hann var ekki að gera þessu verki neitt gott þegar kom til okkar á safninu og það var allt orðið frekar já, þannig að til að vernda verkið þá var það bara fjarlægt og þessi hárverk eru varðveitt saman hjá okkur. Já, það er svona fyndið að spá í því að þetta þótti fínt en núna eru örugglega ekkert margir sem að þætti þetta sérstaklega fínt að setja mannshár hálsinn á sér, eða ég veit ekki. Maður heyrir ekkert mikið þetta, held ég. En það er fólk sem kann þetta, þó að það kannski sé ekki margir. Og þetta svona lifir bæði hérlendis og erlendis og það er örugglega alltaf einhver markaður fyrir þetta. En þetta er nú örugglega svona einmitt í nánasta hóp hár ástvina og svona. Það er kannski hægt að gera einhvern grip úr því. Já, finna einhvern flöt á því. Við geymum nú alveg, það er nú þekkt alveg að geyma samt hár eins og hár, smábarnahárið og svona. Já. Þannig að það er alveg svona. Var ekki líka þannig að fólk kannski gaf einhverjum sem var skotin í lokk úr háru sínu? Það er miklu, það er einmitt kannski aðgengilegasti parturinn til að gefa eitthvað mjög persónulegt frá þér. Sársaukaminnst. Já. Viltu ekki fá fingur í poka? Nei, það er ekkert óalega rómantískt. Þannig að þetta hárið einmitt er svona, og í hjátrú og í svona bæði svona goðsögnum og göldrum og alls konar. Það var náttúrulega hárið mjög magnað og kemst eiginlega ekkert nær því sko að eiga við mannesku þannig nema einmitt vera með. Já, ef þú ætlar að hafa einhvern hluta af henni þá er hárið mjög þægilegt.